Góðan daginn, kæru vinir, og stutt síðan við hittumst síðast en frá ýmsu að segja. Og það sem ég velti fyrir mér í dag fundargerðin. Fundargerðin, hvað maður nú fara? Þannig með þessar fundargerðir. Og þannig ágætur siður hjá þeim sem að punkta hjá sér fundi, segjum það. Að það engin nauðsyn á að taka orðrétt upp það sem ræðumaður segir, því að þú ert að skrifa og þannig að þú bara punktar hjá þér einhvað. Og líka þannig með þessar fundargerðir að þær eru flestar unnar betur eftir á. Við skulum segja að ég sé ræðumaðurinn og fer að tala um það þegar ég var krakki og ungur maður að þá átti ég það til að detta í svoleiðis sjálfsvorkunn og aumingjaskap að annað eins hefur ekki heyrst. Þú mátt alveg geta um þetta, en þú segir ekki kannski orðrétt eftir manninum heldur til að mynda. Fram kom á fundinum að einn meðlumur hópsins hafi átt það til að detta niður í alls konar geðshræringu og eitthvað meira. Og þá það komið fram að þetta var sagt, en ekki orðrétt kannski, og það í raun og veru engin ástæða til þess að vera með þetta 100% orðrétt eftir mönnunum. En það sem þarf til að bera í svona íslensku kunnóta sem ekki verra að sé svona yfir meðallagi. Þannig að sá sem settur í að gera fundargerð þarf umfram annað að vera þokkalegu penni með þokkalegt vald á íslensku máli og skilning á hvernig svona verk eru unnin. Eins og vorum að segja áðan, það ekki nauðsynlegt að taka orðrétt eftir ræðumanni, því að sá sem að skrifa á blað á í erfiðleikum með að ná öllu. Og þá geta hann risið upp á afturlappirnar og sagði bitu, ég náði ekki alveg hvað þú varst að segja. Og þá komin ruglingur á allan hópinn og ræðumaður fipast og jafnvel gleymir því sem hann ætlaði að segja. Þannig að þetta ekki leiðin. Þú punktar bara niður það sem þér finnst vera stikkorð fundarins og vinnur betur með það. Best að gera það sem fyrst eftir fundin, því að þá hann enn í fersku minni hjá þér og þú manst náttúrulega alveg fullt af atriðum sem að framkomu, en fara svona sveipast þoku ef þú lætur líða á langan tíma til að vinna verkið. En mundu það að þú þarft ekki að taka orðrétt upp það sem sagt var. Þú getur skilaði jafnvel af þér bara með því að segja þetta með öðrum hætti, og því mikilvægt að hvort sem ég að þú höfum gott vald á íslenskri tungu. Og það ekki öllum gefið, en margir hafa, vegna þess að menn hafa hreinlega bara verið að þjálfa sig í því. Vitið það, svona ykkur að segja, þá tel ég þetta vera mjög mikilvægt atriði og geti einfalda svo margt sem að við gerum og flækjustigið verður minna og þetta verður léttara, en umfram allt að skila sama árangri til þeirra sem þurfa að sjá og heyra og lesa, eins og væri þó að allt væri sagt orðrétt. Þannig að ég sé ekki að það sé neitt aðalatriði, því að ég veit, þekki þetta svolítið sjálfur, að hægt að skila af sér svona löguðu
og í stórum dráttum lýsa því sem gerðist og gera með sönnum hætti, og það snýst málið. Að það komi fram í stórum dráttum það sem sagt var, það sem menn vildu leggja áherslu á, en kannski ekki nákvæmlega eins og ræðumaður sagði hlutin. Þetta svona punktur til þeirra sem að kannski hafa áhuga á því að vera í þessari stöðu ritara. Það svona ýmislegt sem þarf að athuga með það eins og allt annað í þessu lífi. Ég veit ekki hvort að einhver fatti það sem ég að segja, en vona samt að einhverjum sé einhver lærdómur að.